Þannig, iðnaðarsigur, það ekki bara svona orð sem lýsir svo kannski ágætlega eins og leik? Jú, ég getur algjörlega 100% sammála því. Það var klárlega uppleggið að mæta vel skipulöðu og hörku góðu Selfossliði með gríðarlegri baráttu og vilja og það var á rauninni það sem þetta var. Það var allt lagt í leikinn og allt skil eftir á vellinum og dómarinn bætti við 5 heilu mínútur til að gera kallina ennþá stressaðir en í lokinn fáum við frábæran sigur út á þetta og það er ég mjög glaður með. Selfyssingar, þeir lágu á okkur enn í restina og stóðum stressaðir? Já, ég var mjög stressaður. Ég pissaði næst í mig. En það var klárlega, samt hafði ég algjörlega trú á því að strákarnir getur klárað þetta og sem þeir gerðu því að hrikalega flotti strákar, þós leikmenn og karakterinn í þessu liði er alveg gríðalegur og það var eins og ég segi, það var það sem skilaði sigrinum í dag, karakterinn og baráttuna og vilja sinn. Sanngjarn sigur þínum mati? Já, klárlega. Mér fannst það. Í fyrri hálfleik vorum við sterkar aðilinn og lögðum í rauninni grunninn af því að skora 1 mark. Við hefðum átt að skora fleiri í fyrri hálfleik en við leitum boltann ganga ágætlega að stórum hluta í fyrri hálfleik en svona í seinni hálfleik snerist það meira kannski, ennþá meira í rauninni baráttuna og vinnusemina og vinna seinni boltann og þessi föstu leikatriði öll sem voru. Ég verð að spyrja þig út í þetta mark sem þið skorið, óbein aukaspyrnan. Var þetta bara klárt fyrir þér? Já, hann tók allavega þá hrikalega gott touch, óvart touch þar að segja þá, ef þetta var ekki sending. Ég held að hann hafi aldrei alltaf að reyna að setja á markmanninn, þetta hafi ekki verið bara sambland af pínu klaufaskap. Markmanninn kannski geta að sparka hann bara burt og allir í good feeling sko, en dómarinn tók þessu ákvörðun og hann að bara virða. Fyrir á rönni, það er ekki maður að tapa í 4 leiki í röð, þetta er bara bjart og þeir eru komin upp í 4. sæti. Já, ég hugsa að við séum eitthvað aðeins ofar það en ég er bara mjög ánægður með rönnið akkurat núna og það er það sem er að gerast að mínu mati hjá liðinu er að það er stígandi og það er það sem ég er mjög ánægður með því að mótið byrjaði ekki í maí heldur, byrjaði í maí, það endar ekki í maí, við ætlum að vera á góðum stað þegar það endar og við erum að leggja ágætis grunn núna í stígandanum og það er bara frábært. Takk fyrir þetta.